En byrjum á öðru. Ný lög höft á gjaldeyrisviðskiptum og fjármagnsflutningum úr landi hafa vakið hörð viðbrögð og þess sjást þegar dæmi að þau hafi haft neikvæð áhrif á fyrirtæki hér á landi. Lögin eru sett til að verja krónuna falli, en í kvöld spyrjum við hvort einhver önnur leið sé heppilegri. Lilja Mósesdóttir hagfræðingur hefur lagt til að krónan sé frekar varin með því að skattleggja fjármagnshreyfingar úr landi og hún sest hjá Sigmari ásamt Finni Oddssyni framkvæmdastjóra viðskiptaráðs, en Finnur mjög ósáttur við hin nýju lög. Velkomin. Takk fyrir það. Finnur, þessi lög eru náttúrulega umdeild, en þau eru líka sett í alveg óskaplega óvenjulegu umhverfi sem við þurfum svo sem ekkert að rekja hvert að umhverfi er. Hvaða áhrif hafa þessi lög? Þessi lög í raun og veru koma í veg fyrir það að hér getur átt sér stað eðlileg uppbygging á íslensku viðskiptalífi. Það reyndar kannski alltaf að halda því til haga að það var afleitt höftum vegna vöru- og þjónustukaupa sem ágætis framtak og hagfellt fyrir innflytjendur, en ég held að sé almennt erfitt að finna þá sem eru svona hlindir því að hlindir höftum af þessum toga og telja til hagsbóta fyrir velsæld í samfélögum, og ég held að við Ísland alveg eins og flest önnur lönd. En þannig erum við að horfa á í hvað tilgangi þessi lög eru sett. Þau eru náttúrulega sett til þess að verja krónuna frekar að falli vegna þess að eitt stærsti áhrifaþáttur í skuldsetningu íslenskra fyrirtækja og reyndar heimila líka, sem eru allmörg skuldsett í erlendri mynt, gengi krónunar. Það búið að tala um það að þurfa að fleyta krónunni og það eðlileg krafa að það verði gert. En hættan náttúrulega svo að ef henni verður fleytt án ákveðna hafta og án trúveruleika sem hann virðist sárlega skorta núna, þá geti það haft stórskaðlegar afleiðingar, og það kannski það sem stjórnvöld eru að reyna að gera núna, að finna einhverja leið til þess að fleyta krónunni á þess að fleytin í raun og veru. En minnst það svo útfærsla sem hefur verið valin heftir ekki bara útflæði fjármagns, heldur einnig innflæði og skaðar trúverðuleika okkar efnahagslífs stórkostlega til framtíðar. Hvaða áhrif heldur þú að þessi lög hafi núna fyrst og fremst? Sko, ég mjög sátt við þessi lög og tel að það hafi verið nauðsynlegt að setja á einhvers konar gjaldeyrishöft. Ég hef þó talað fyrir skattlagningu frekar heldur en löggjöf sem að stöðvar eða takmarka flæði fjármagns inn og út frá landinu. Löggjöf svona meira inngrip inn í fjármagnsmarkaðinn heldur en skattlagning, og ég tel að þessi lög séu að vissu leyti svona yfirskot. Þau takmarka ekki bara skammtímahreyfingar fjármagns, heldur líka fjárfestingar erlendra aðila í fyrirtækjum, hlutabréfum og fasteignum, og það bendir til þess að stjórnvöld séu mjög hrædd við að erlendri aðila komi hingað og kaupi fyrirtækin sem eiga í greiðsluerfiðleikum á brunautsölu og vilja koma í veg fyrir það. Það mun sennilega koma í ljós mjög fljótlega hvort það hafi verið þörf á þessu, og ég spái því að stjórnvöld muni fljótlega svona reyna að vinda ofan á þessum miklu inngripum sem að lögin og reglugerðin þýða fyrir fjármagnsmarkaðinn. Og þetta einmitt það sem gerðist í Malasíu, sem ákvað 97 til 98 að fara ekki til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og fá þar lán, heldur að setja gjaldeyrishöft til að byrja með, sem síðan var breytt yfir í skattlagningu á útstreymi fjármagns. Og Malasía var fljótar að vinna sig út úr fjármálakreppuna heldur en önnur lönd sem leyfðu fleytingu gjaldmiðilsins og var líka minna skuldsett í lok kreppunar. Þannig að það reyndist vel þar? Það reyndist mjög vel þar, já. En svona aðeins að bara áhrifunum á fyrirtækin, á rekstur þeirra og á umhverfið. Lýstu því aðeins, hver verða þau? Við erum að sjá það að nú þegar eru einhver fyrirtæki og einhverjir framkvæmdamenn farnir að kvart undan þessu. Við Lilja erum undir sammála það að stjórnvöld fara líklega mjög fljótt í að vinda ofan á þessari reglusetningu eða lagasetningu, einfaldlega vegna þess að skaðinn það mikill sem að eiga sér stað, og þetta líklega umtalsvert yfirskot og það verður að vinda ofan á þessu strax og ekki seinna strax. Svona praktískar afleiðingar sem mætti tiltaka eru til dæmis hlutir eins og að hér stór hætta á því að það leggist niður markaður með verðbréf, erlend verðbréf. Það til dæmis færeysk verðbréf í Kauphöllinni, verðbréf og skuldabréfamarkaður fyrir færeysk bréf. Það óheimilt að eiga viðskipti slík bréf.
Svo getum við hort á áhrifin sem þetta hefur á alþjóðleg fyrirtæki og kannski bara innri starfsemi alþjóðlegra fyrirtækja, eins og til dæmis það að þetta kemur í veg fyrir að það séu gerir eðlilegir launasamningar við starfsmenn sem hugsanlega vinna á erlendum starfsstöðum. Ef að stjórnandi núna beðinn það að gera upp einhvern slíkan starfssamning sem felur hugsanlega í sér einhvers konar stokkopsjónir, fyrir ekki það í sletti, þá myndi hann gerast brotlegur við lögin ef hann segði já. En hann myndi gerast brotlegur við samningsinn við starfsmanninn ef hann segði nei. Þannig að þetta setur fólk eða stjórnendur fyrirtækja í skelfilega stöðu. Svo ég tala nú ekki þann áhuga sem að umsjónlaust mun vakna hjá íslenskum fyrirtækjum að hreinlega að færa starfstöðvar sínar eða aðalstöðvar, höfuðstöðvar, eitthvað annað. Og síðan ef við horfum á það að hér erum við háð erlendu lánsfjármagni. Við erum háð því að hér koma erlendir aðilar inn og fjármagni atvinnustarfsemi. Það mjög ólíklegt að þeir hafa sérstaklega mikinn áhuga á að koma inn í land þar sem að fjármagn er í rauninni stoppað, er í rauninni sett í gíslingu eins og það var orðað í fréttunum. Hvort sem það vegna gjaldeyrishafta eða einhvers konar skattlagningar sem getur bara ekkert verið sérstaklega góð. Og svo ég leyfi mig kannski að koma með svona ákveðna samlíkingu sem kannski full einföld, en við getum orðað þannig að við erum hérna búin að bjóða upp á tónleika. Það eru tónleikahaldari sem býður upp á tónleika og selur 10.000 miða. Og síðan hefast tónleikarnir og fólkið komið inn. En tónleikarnir eru bara lélegir. Það verið að spila falskt eða ekki, hljóðfæraleikar eru ekki samstiltir og fólk vil fara út. Eigum það bara að loka útgöngulegunum. Eða eigum við að láta það borga fyrir að fara út. Þetta er algjörlega forkastanlegt vegna þess að þessi tónleikahaldari, hann þarf að hafa áhyggjur af því að hann ætla að halda aðra tónleika. Við þurfum að hafa áhyggjur af því að við þurfum erlenda aðila inn í þessu hagkerfi áfram. En við mögum ekki gleyma því, sko, við hvað aðstæður þessi tónleikahaldari að halda tónleikana. Gengi krónu hefur nú þegar fallið meira heldur en það gerði til dæmis í fjármálakreppulandunum í Asíu á sínum tíma. Og spákaupmenn hafa nú þegar veðjað á gengisfall krónunar. Og þetta mikla gengisfall krónu sem við nú þegar séð bendir til þess að það sé mikið fjármagn hérna í hagkerfinu sem vill fara út og að þetta fjármagn þarf að komast út en bara smám saman. Ekki allt í einu heldur lengri tíma. Nei, á lengri tíma. Og ástæðan fyrir því að fleiri og fleiri hagfræðingar og stjórnvöld að tala að leggja skatt á útstreymi fjármagns í fjármálakreppum sú að 95% af fjármagnshreyfingum í heiminum vegna spákaupmennsku. Það bara spákaupmenn sem að reyna að græða á gengisbreytingum og vaxtamun milli landa. Og það þarf einhvern veginn að draga úr ávinningi þessara spákaupmennsku með meðal annars skattlagningu til þess að koma í veg fyrir óstöðuleika á fjármálamörkuðum sem við erum einmitt að fara í gegnum núna. Já. En hvað segir þú þessa leið sem að Lilja hefur verið að benda á að það sé einfaldar að skattleggja fjármagnsútflæði frekar heldur en að hindra það eða loka það inni, frekar heldur en að loka hurðinni eins og þú ert að segja, þá kannski borgar þessi út. Það leynir sér ekki að staðan hérna graf alvarleg og ég held að við sjáum alveg á þessari löggjöf að þeir aðilar sem koma að löggjöfinni, við sjáum alveg hvaða trú þeir hafa á krónunni, hún ekki mikil, en það að ætla hér til lengri tíma að hefta, að setja einhvers konar gjaldeyrishöft með hvaða hætti sem það þetta er ekki skemmri tíma, þetta er náttúrulega ekki til lengri tíma. Þetta er ekki til lengri tíma og við heyrðum það á utanríkisráðherra í dag að þau gjaldeyrishöfturinn mun væntanlega ekki veita frekari lán til Íslands nema þessum höftum verði aflétt, sem eðlilegt með við svona forsögu eða sögu aðgerða að þau gjaldeyrishöftsins sem væntanlega ekki hlindur höftum að þessu tagi. En það sem við þurfum að leggja áherslu fyrst og fremst á að raunverulega vandamálið að vill enginn halda krónunni og ástæðan fyrir því að það skortir trúverðleika. Með hvaða hætti byggjum við upp slíkan trúverðleika? Ég held að það sé alveg ljóst að við byggjum hann ekki upp með því að setja hér á hastarlega löggjöf eða reglusetningu og grundvelli löggjafar sem eftir bæði útflæði og innflæði dregur úr trúverðleika, heldur þarf að búa þannig hnútana að hljómsveitin spili í takt, svo ég noti nú myndlíkinguna mína aftur. Við þurfum að tryggja, við þurfum að gera allt til þess að hún spili í takt, þannig að tónlistin sem að heyrist sé hugnanleg þeim sem ávilja heyra og þá ég ekki bara að hugsa erlenda fjárfesta, heldur ég líka að hugsa íslenska sparifjáreigendur sem við þurfum líka að hafa áhyggjur af. En sko trúverðugleiki eitthvað sem ekki til staðar í dag
og það mun taka mörg ár að byggja upp trúverðugleika erlendra fjárfesta á íslensku efnahagslífi og íslensku krónunni. Og sú staðreynd að íslensk stjórnvöld hafi fengið að setja hér á gjaldeyrishöft bendi til þess að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi ákveðið að taka stefnubreytingu og leyfa Íslendingum að vernda krónuna eða halda gengi krónunar föstu með höftum, með haftastefnu. Fram til þess að þá hefur sjóðurinn alltaf lagt áherslu á frjáls gjaldeyrisviðskipti. Þetta í fyrsta skipti þar sem að hann lánar til lands og leyfir jafnframt að við höfum séu gjaldeyrishöft á fjármagnsstreymi inn og út úr landi. Já, en hérna, svo við komum aðeins aftur með skattlagninguna, það ekki leið? Þegar við skulum aðeins nú að ræða það hvaða leiðir hefði átt að fara í staðinn fyrir þessa. Hefði skattlagningin verið leið? Það sem hefði verið eðlilegt að gera að það liggur núna nokkurn veginn fyrir hvaða fjárfestar það eru sem vilja fara út úr krónunni. Það til dæmis sami útgefandi á meirihluta flestra af krónubrjónum, svona 80% af krónubrjónum. Það alveg augljóst mál að það þarf að finna leið til að koma þessu fjármagni, þessum fjárfestingum út úr íslenska hagkerfinu. Ef við gerum það ekki, þá þurfum við að búa til einhvers konar svona útgönguleið, einhverja strategíu til þess. Það eflaust hægt að gera það með einhverjum tæknilegum leiðum. Mögulega væri hægt að setja hérna á skatt sem lækkar bara á hverjum einasta degi, þannig að á 60 dögum þá er hann komin niður í ekki neitt. En aðalatriðið það að setja óhóflega reglur sem að skemma fyrir miklu víðtækar heldur en ég gerir ráð fyrir að efni hafi staðið til. Lagasetningin sem sagt og víð og hún hefði átt að beinast á frekar að afmarkaðri þáttum eða? Hefði átt að beinast á afmarkaðri þáttum og eins og mér hugnast reyndar ekki einhvers konar skattlagning á þessu. Það væri mjög óeðlilegt ef Ísland setti eitt land að skatt á útflæðið eða erlent fjármagn. Það hefði verið hægt að vera í sambandi við þessa fjárfesta og finna einhverja leið fyrir það út, semja hreinlega við það. Það svona kannski verið eðlilegasta leiðin. Má ekki alveg færa það heim til sanns vegar? Jú, ég vil bara taka fram að það eru mörg lönd að tala að taka upp svona skattlagningu á útstreymi og innstreymi fjármagns til þess að koma í veg fyrir þennan óstöðuleika sem virðist alltaf hjá fjármálamarkaði. En hvað með þá sem að þá koma hérna inn í einhverju trú og síðan allir öllum forsendum breytt? Ef þeir ætla að koma fjármagninu sínu út, þá kostar það allir meira heldur en að þeir kannski gera ráð fyrir þeir komið með það inn. Já, og það er hægt að segja að það dragi úr trúverðugleika eins og Finnur hefur verið að benda á, en við höfum engan trúverðugleika eins og og það bendir allt í þess að gengi krónunnar mun bara halda áfram í frjálsu falli og þar að leiðandi ekki tímabært hér og nú að grípa til aðgerða til að bæta trúverðugleika gjaldmiðilsins. Það er markmið sem er svona til lengri tíma litið mikilvægt. Og hvenær erum við að byrja á því? Strax mitt næsta ár. Við höfum byrjað á því núna. Í dag er það ekki tímabært. Við skulum sjá hvernig fer. Finnur og Lilja, takk hérlega fyrir komuna. Takk.